Nærverastofa veitingastaður í Stykkishólmi og samhliða reka sömu veitingamenn veitingahúsið Plássið. Gunnar Garðarsson vert á stöðunum. Hvernig að halda opnu svona veitingahús í ekki stærri stað en þetta vetrarlagi? Það töff, það þungt, en við reynum svona að stilla þessu þannig af að þetta gangi. Það bara svoleiðis. Svolítið umferðið vetur, þið skiptið þessi eitthvað á milli staðana því? Jó, við gerum það nú reyndar. Höfum opið svona fram á haustið, alveg fulla opnun og svo minnkum við þetta, svona yfir veturinn, eins og trafíkin bara segir til og skiptum þessu svona bróðulega á milli staðana og þá plássið svona meira í hádeginu og nærverustofu á kvöldin. Og þið byggið vantilega reksturinn mest á ferðamönnum, það ekki heimamenn, já þeir koma nú eitthvað en 1000 manna byggðarlagi, það ekki margir að út að borða hverju degi líka við? Nei. Vissulega eru hólmarar með í þessum tölum öllum saman og landsmenn allir en jú, það eru ferðamenn sem ber þetta upp, fyrst og fremst. Verður þú var við það á veturna að þeim sé að fjölga hérna á Snæfellsnesi? Já, það ekki spurning. En það náttúrulega kannski ekki nóg til þess að hafa reksturinn opinn allan daginn, allt árið. Þurfum aðeins meira til, það alveg ljóst. En jú, það fjölgun. Fjölgun fram á haustið. Svo svona finnst okkur hafa verið svona nóvember, desember, janúar, verið meiri dífa en var í fyrra, minna að gera. En fram að því og eins núna, á þessu tímabili núna, þá þetta að byrja aftur, þetta byrja fyrr sem bara frábært. Þannig að við erum farnir að hugsa gott í glóðarinnar að hafa þetta opið. Þannig að jú, það bara þannig. En eru þetta einstaklingar sem að ferðast á eigin vegum eða fá þið líka hópa? Já, það að byrja að tínast inn hópar og sem vel og hjálpar okkur mikið í þessu. En jú, það eru einstaklingar. Það eru einstaklingar, svona 2 í bíl, 2, 3, 4, stundum 14. Þannig að jú, einstaklingar líka. En svo kemur sumarið og þá náttúrulega fullt að gera því. Jú, þá nú betra að geta hlaupið hratt, eins og maðurinn sagði. Jú, þá náttúrulega alveg brjálað að gera og þetta byrja nú svona fyrir alvöru í maí. Það nú svona, maí og september erfiðasti tíminn fyrir okkur. Þá erum við fáliðuð, þunnur hópur sem mikið hvílir á, svo koma sumarkrakkarnir og þá þetta mjög einfalt. Þegar föstu starfsmennir eru, dagarnir keyra eins alltaf, fullt hús frá morgni til kvölds og það náttúrulega klárlega, júní, júlí, ágúst sem bera uppi bara heilsárs businessin, sko. Það bara þannig. Hvernig það? Eru það bjóð upp á fjölbreyttan matseðil eða byggja mikið á kannski hráefni hérna úr heimabyggð? Já, vissulega. Við lúrum og nösum upp það sem við getum fengið í heimabyggð. Klárlega, reynum að nýta okkur það og það náttúrulega fremstur Símon Skeljabóndi. Við erum í góðu samstarfi við hann hugsa mjög vel um okkur og jú, en svo náttúrulega reynum við að tvinna þetta líka fyrir landan. Þeir kannski vilja fá eitthvað svona aðeins meira framandi heldur en í aðrar áttir, heldur en útlendingarnir. Þannig að við svona reynum að vera eins fjölbreyttir og hægt Nú, Íslensk Bláskil einmitt líka farin að vinna þara, ýmsar þarategundir. Eru það notað það eitthvað í matreiðsluna? Já, við gerum það vissulega. Og síðasta dæmi þá vorum við nú með blaðamenn hérna frá Jamie Oliver og reyndum að tróða þessu í þá. Og jú, við notum þara mikið og sölina og beltistara og tróðum þessu svona inn í það sem við erum að gera í brauðinn og í byggið og eitt og annað. Þannig að og pesto og svona, þara pesto, þannig að við gerum það. Hvað þið marga að vinna svona jafnaði hérna? Það náttúrulega færri í veturinn, en hvað þetta yfirleitt svona þegar mest Við séum ekki svona 20 til 25. Nú ekki alveg með tölun og tæru en ég held að starfsmannaflotinn í fyrra hafi talið 22. Og þið haldið Nærverastofu og Plássinu náttúrulega báðum og opnum yfir sumartímann 3-4 mánuði? Já. Leið og það grundvöldu þá gerum við það. Alveg leið. Bjartsýn á framhaldið? Mjög. Ekki spurning. Og þú heldur að ferðamenn fara að dreifast meira á landi? Ég held þetta sé ekkert spurningin um það. Þetta bara spurningin hvenær. Það bara svoleiðis. Og ég held að við höfum að taka Nike skóna fram fyrr en við höldum og hlaupa hratt.
Heimahornið er verslun sem hefur verið rekin hér í Stykkishólmi í 22 ár. Eigendurnir byrjuðu smátt en hafa svo smá aukið við vöruvalið. Verslunin Heimahornið, hvenær var hún stofnuð? Það var árið 1992. 12. júní. Já, allavega var það þá hafði ég mist vinnu sem ég var í og mér datt í huga að við getum stofnað verslun. Það voru breytingar hérna það var kreppa og breytingar og ég fekk Þórhildi með mér í það að við myndum stofna hérna verslun. Gjafavöruverslun, byrjuðum á því. Hafið þið alltaf verið í sama húsnæðinu eða eitthvað? Ég hef alltaf verið í þessu húsi, já, frá því við byrjuðum. En þó á annan veg? Milli, já, aðeins fæst á milli. Nú er Bónus hér við hliðina á okkur núna. Hvernig er sambýlið við stóra matvöruverslun? Það er bara mjög gott, það er bara mjög gott. Það kemur svo margt fólk hérna á Nesinu til að versla í Bónus. Og ferðamenn. Ég tala nú ekki og við njótum góðs af því. Og við erum með opið hérna á milli og mörgum finnst þetta mjög bara gott fyrirkomulag. Það er nú ekki algengt í Bónusverslunum að það sé opið beint yfir í aðra verslun? Nei, auðvitað erum við öðruvísi. Það var eiginlega fyrir okkar þrákelkni að því að það stendur stundum sunnan upp á hurðina hjá okkur. Þá getum við ekki haft hann að opna. Já. Og þá, við sögum það verið algjör skilir að við fengjum að hafa hurð hérna á milli. En þeir ráða opnuninni. Þar sé að við verðum að biðja þá að opna. Eru þið með sama opnunartíma? Nei, ekki alveg. Við vorum með það í upphafi en við opnum 1 til 6 en þeir opna 11 á mótnana. Er opið helgar eða okkur líka? Í laugardag, já, það er opið laugardag. En vöruvalið, þið byrjuðu einfalt á það ekki? Jú. Byrjuðum með gjafavöru og svona heimilisvöru, handklæði og ýmislegt nærfatna og annað. Síðan eftir því sem að verslanirnar hættu hérna í húsinu, sem voru þá margar, litlar, þá tókum við yfir á Bjarsinni. Við vildum halda vöru úrvali í bænum. Það vill bara vera svoleiðis. Þegar ein verslun á staðnum, eins og er orðið núna, þá verður þetta kaupfélag, áður maður veit af. Þannig að það er enginn í samkeppni við ykkur þetta beint? Ekki beinlínis en samt alltaf eitthvað. Og þá við erum eiginlega alveg að detta út úr gjafavörunni. En að öðru leyti er ekki mikil samkeppni við okkur. Er það þá föt? Hvað af öllum gerðum við? Börn aðalega? Já, það er fatnaðurinn og svona það sem nauðsynlega þarf. Það er sokkar og nærföt og smá heimilisvara, sangufatnaður og handklæði og sundfatnaðurinn. Við seljum mikið á honum því hér er náttúrulega bara stór og fín sundlaug og alveg bara yndislegt vatn í hérna laugin okkar og fólk notar sundlaugina mjög mikið og svo eru stundur svo heppin að ferðamennirnir gleyma sundfötunum heima og þá koma það til okkar. Og við seljum sundföt og handklæði. Og bakdeildin er okkur drjú líka. Já. Í þeim efnum. Bakdeildin þá eigið á sjúkrahúsinu hér. Já. Hvernig getur hún verið ykkur drjú? Það er nú einmitt vegna þess að þeir eru með sundþjálfun og það er ekki allir sem að koma af svæðum þar sem að sundlaugar eru. Og sumir gleyma og aðrir eiga ekki sundfatnað og þá koma þau til okkar. Og svo seljum við joggingbuxur og æfingabóli og allt svona. Hvernig er með nágranninn á Nesinu hérna annars staðar að koma það til ykkar? Já, þeir eru bara fínu kúnnar. Við höfum kúnn út um allt. Já, Vestfjörðum og það kemur enginn í Stykkishólm nema bara komi í heimahotni, það er bara svoleiðis. Hér er líf og hér er fjör og hér er gaman. Og þeir eru búin að vera með þetta frængur í yfir 22 ár og enga bilbó á okkur að finna að verða áfram með þetta eitthvað. Já, við erum búin að vera á sömu kennitölu allan tíma. Já, það er 23 ár núna í júní og það gerir ekki allir, það hefur ekki allir gert það á landinu. En verslun á undir högg að sækja, alveg klárlega. Já. Og ekki síst svona langt frá höfuðstaðnum. Já, bara líka, bara til dæmis netverslun í dag. Þetta unga fólkið er svo duglegt að fara á netið og sækja sér þar sem það vantar. Og þið verðið vara við þetta? Já. Það verða allar verslanir vara við það. Það eru margar verslanir á landsbyggðinu og í Reykjavík að hætta rekstri og það náttúrulega er út af einhverju. Það er ekki bara því að fólki hafa ekki peninga, það er út af einhverju öðru heldur en því. Maður heyri til dæmis með barnafatnaðinn, verslun með barnaföt, þær eiga mjög í högg að
Það ekki fyrst og fremst út af því að við tollum barnafötin svo hátt, en aðra þjóðir ekki? Allur fatnaður margtollaður til landsins. Rekstrarumhverfi verslunarinnar, það er ekki á réttu stað, sko. Þetta þarf að laga. Opið alla daga ársins. Apótek Vesturlands, Smiðjuvöllum 32, Akranesi. Við byggjum á reynslu, ábyrgð og áhuga framúrskarandi starfsfólks. H.B. Grandi, handhafi útflutningsverðlauna forseta Íslands árið 2013. Mesta breidd í prentun á einum stað. Við prentum nafnspjöld, bæklinga, reikninga, bréfsefni, umslög eða bara hvað sem er. Prentmet Vesturlands, Heiðargerði 22, Akranesi, sími 431 11 27. Láttu hólminn heilla þig og heimahornið líka. Hjá okkur færðu úrval af fatnaði á góðu verði. Heimahornið, Stykkishólmi, sími 438 11 10. Leigubílatilboð í Leifsstöð, hagstætt, hentugt, þægilegt. Taktu leigubíl í Leifsstöð, miklu hagstæðara núna. Hringdu og kynntuðu málið, 588-5522. 21% fólks á höfuðborgarsvæðinu les Bændablaðið. Hvar auglýsir þú? Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Strákarnir í körfuknattleiksliði Snæfells og Stykkishólmi hafa skilað mörgum bikurum heim í gegnum árin. Stelpurnar nokkrum líka, en nú sá stærsti framundan. Þær hafa einu sinni áður komist í úrslit í bikarkeppni Íslands og nú það leik við Hauka og fyrirliðinn Hildur Sigurðardóttir staðráðin í að taka þann bikar heim. Hafið þið nokkuð tíma náð svona langt áður? Jó, við vorum í höllinni fyrir 2 árum, komist hérna í bikarúrslitaleik þá og töpuðum þeim leik á móti Njarðvík. Þannig að þetta eins og staðan í deildinni, þá þetta held ég alveg allra besti árangur sem kvennalið Snæfells hefur náð, eins og komið þó að titlarnir séu ekki komnir í hús, en við ætlum að gera okkar allra besta til að koma þeim í hús. Þannig að já, þetta örugglega allra besta sem hefur verið. Haukarnir, þeir verða andstæðingar, hvernig líst þér á? Herru, mér líst bara fínt á það. Við höfum verið að spila á móti þeim í vetur og unniðar og þannig að þetta bara 2 mjög sterk lið með sterka leikmenn innanborðs og þannig að þetta verður bara hörkuleikur reiknaði með. Alltaf sami körfuboltaáhuginn hérna í Hólminum? Já, það mikill áhugi fyrir körfuboltanum hérna og flest öll börn að æfa körfubolta hérna í skólanum og þannig að það áhugi fyrir körfunni. Það alveg líka fínt sport í svona lítið bæjarfélag. Það sem það eru 5 leikmenn inn á einu og þannig að í rauninni hægt að halda út liðið þó maður sé ekki alveg með 12-13 æfingum, sko. Ykkur tókst ekki að ná bikarnum eins og varst að vonast eftir þegar töluðu við þig fyrir stuttu? Nei, við náðum því ekki í þetta skipti, en þetta var náttúrulega svekkjandi fyrir liðið og ganga mjög vel og búin að vinna 12 leiki fram að þessu leik og tapið þurfti að koma okkur til þessu leik, en svona í boltinn og þetta lenti bara ekki í okkur. Hvað brást? Taugarnar? Nei, ég held að við komum mjög tilbúinir í leikinn, við byrjum leikinn mjög vel, þannig að ég myndi ekki segja að við hefum verið eitthvað stressaðir eða eitthvað þannig, en við vorum bara að nýta færin okkar illa og áttum erfiðleika með að stoppa ákveðin leikmennina í Haukaliðinu og síðan þetta bara búið að vera hörkuleikir á milli þess að liða í vetur, þannig að þetta hefði alveg getað dott í hvoru megin sem er. Þeir eru orðnar deildarmeistarar og svo eftir eitthvað að leikju samt í Íslandsmótinu. Þið þurfið ekkert að klára það mót? Já, við erum deildarmeistarar, voru 4 leikir eftir í deildinni, þeir voru búin að tryggja okkur titilinn, þannig að það náttúrulega bara framar vonum hjá okkur, en jú, þessi leikir eru eftir núna, en við fyrir náttúrulega bara krafti í þá, en það nóg eftir, það annað mótleikur eftir þetta, það úrslitakeppnin og að því ekkert að fara að slaka á og ætla síðan að mæta þar eitthvað tilbúnar, þannig að við erum bara ennþá fullu gasi og reynum að gera þetta almennilega. Hvað eru margir leikir í úrslitakeppninni? Í úrslitakeppninni? Það ég held að þurfa að vinna 3 og síðan 3. Þetta er 4. úrslitakeppni, þannig að já,
Þannig að við spilum á móti liðin í 4. sæti og svo ég held að sé 3 leikir og 3 leikir, minnir það. Hvernig er það með þig, Hildur? Ertu ekki hérna í íþróttahúsinu bara allan daginn og alla daga? Þú ert íþróttakennari líka? Jú, mestmegnis. Ég kenni öllum börnunum í skólanum minna íþróttir. Þannig að ég er hérna og er að þjálfa líka. Þannig að ég er mikið hérna í salnum. En það er í pínu, oft á kvöldin þegar það kemur æfingu hjá mig sjálfur. Það er orðin pínu þreytt kannski á húsinu bara. En það er bara gaman að geta unnið við áhugamáli sitt og áhugamáli mitt er í íþróttir og það er náttúrulega bara frábært að geta starfað við það. Þegar þú þjálfa líka, þá fylgja þessu líka eitthvað ferðalögur að gefa mót og annað? Jú, ég er hérna með minniboltan, þær eru ekki á mörgum mótum en við erum á leiðin á nettómóti núna helgina og svona, það eru smærri mót sem við erum að fara á með þessar stelpur. Þannig að, jú, það er auðvitað alveg ágætispakki sem fylgir því. Þið ætti ekki að klikka aftur núna, þið kláruðu þetta Íslandsmót. Já, það er náttúrulega alltaf stefnan að vinna og við munum gera allt til að koma stóra titlinum hingað. Við erum náttúrulega komið með eitt sem ég myndi segja, er nokkuð stór. Við erum búin að hafa fyrir allan vetur að vinna þann titil. Og síðan núna kemur bara mánuður, það sem verður bara hörkukeisla. Þetta er fullt af leikjum á stuttum tíma og við ætlum bara að gefa allt í þetta til að koma honum hérna í þetta hús. Gangu vel. Takk fyrir. Hér á Steinsholti í Leirársveit hafa hestarnir verið í aðalhlutverki í 10 ár. Hér er stundað tamningar og kynbótaræktun. Jakob Sigurðsson býr hér í Steinsholti og hann er nýkjörinn íþróttamaður Akraness fyrir hestaíþróttir. Búinn að vera hérna í 10 ár og hér er mikið af hestum og áttu þú þessa hesta? Er þetta temja fyrir aðra? Hvernig bú er hérna hjá þér? Hérna er svona mestmegnis þjálfunarmiðstöð. Mest af hrossunum er hérna frá öðrum, en reyndar eitthvað aðeins úr okkar ræktun sem er svona að byrja að koma upp. Og já, það gengur svona út á það, þjálfun bara dagstælega. Er kynbótaræktun einhver hérna líka samt? Já, við erum að fá þetta, held ég 5-6 fólöldu á ári núna. Og hvaðan eru þessir hestar að koma til þín? Það er nú bara alveg á öllu landinu. Ég hef verið með hross alveg austan á Egilsstöðum og Héraði og svo bara hérna á Vesturlandi náttúrulega mikið. Og hérna, Suðurlandinu, Reykjavík, Suðurnesjum, þetta er svona bara ansi dreift. Og svo er Jakob Svavar Sigurðsson, hann er líka knappi. Já, þetta snýst nú það, þjálfun á hestum og þá er maður náttúrulega knappi á hestunum. Og keppir á mótum? Já, ég hef gert töluvert á því að keppa, töluvert. Og gengið vel eða ekki gegnum tíðina? Jú, bara í gegnum tíðina, bara gengið mjög vel. Hvernig kom þetta til að þú fórst út í hestamennsku á sínu tíma? Hefstu áhuga að snemma á hestum? Já, ég hef nú held ég frá því að ég var barn haft bara mikinn áhuga á dýrum og var alltaf í sveit á sumrin hjá ömmu og afa í Reykholtsdalnum. Og þar svona kviknaði áhuginn og kannski mestur áhuginn á hestunum, þó ég segja ég hef nú bara áhuga á dýrum almennt, sko. Og þannig byrjaði það. Er þetta ekki svolítið vandmeðfarið að temja dýr og aga þau til þannig að þau verði svona eins og við viljum hafa þau, hestunum líði vel og allt þetta? Er þetta ekki mikil þolinmæðisvinna? Jú, þetta er nákvæmlega segið, mikil þolinmæðisvinna og einmitt punktur sem þú sagðir að hestunum líði vel, það er nú kannski svona það fyrsta. Svo er þetta náttúrulega bara lærist þetta, bara vinnubröð við hestana sem að þjálfast upp og lærast og fá hestana til að treysta manni, virða mann sem sinn leiðtoga og fara með manni í hlutverkið, gefa sér tíma í að þjálfa. Það tekur allt tíma, það er nú það sem gengur hann sem mikið út á. En þið eruð ekki mörg hér á búinu að starfa við það, Jakob. Hvað hefur alltaf verið með? Spyrði aftur, Rúlar? Já. Jakob, þið eruð ekki mörg hér á búinu. Hvað er yfirleitt að starfsfólki hjá þér?
Ég er yfirleitt með eitthvað aðstofafólk með mér, svona mismikið kannski starfsfólk, oft er þetta líka fólk sem að koma hérna bara í hérna svona kynningu hérna og hérna vinnur hérna stuttan tíma, aðrir eru lengri tíma. Það er svona mismunandi en algengt er að það séu hérna kannski jafnvel 3 að ríða út eða eitthvað svoleiðis. Koma eigendurnir svo og fylgjast með? Já, það er algengt svona kannski einu sinni í mánuði eða svo og náttúrulega fylgjast með bara gegnum síma og maður hittir og svo er ég nú heppinn, ég vinn mikið fyrir sama fólkið og það hérna það bara komið gott samband okkar á milli og hérna svona við vitum alveg hvað við erum að tala um. Og svo hefur verið að stunda kennslu líka? Já, ég hef gert töluvert af því. Og hvar þá? Bæði hérna heima og erlendis. Hér heima segiru, það er þá í hvað? Það er mismunandi, ég er svona hérna, já, bara í reiðhöllum hérna svona vítt og breitt landið sem maður tekur að sér. Ég er nú mest bara með helganámskeið og slíkt og eitthvað af einkatímum hérna heima og eins annar staðar sem maður fer. Og hérna svo hef ég svona kannski haustinn meira farið þá erlendis í kennslu. Og hvert þá? Ég núna síðasta haust fór til mikið til Austurríkis og svo svona, já, bara fleiri landa líka. En þú sjálfur, hvar hefur þú notið náms? Ég fór í Hólaskóla á sínum tíma og hérna, já, fór fyrst þangað hérna, 94, 5, svo aftur seinna Reykjavíkardeild 99. Síðan hef ég bara haldið áfram að leita með þekkingar og reynslu, bæði bara svona almennt að kynna sér þjálfunaraðferðir og eins hef ég farið í reiðtíma, fer ég reglulega í reiðtíma sjálfur. Þá hér á Íslandi eða eitthvað út? Já, ég hef nú bara farið í reiðtíma hérna á Íslandi, en reyndar hjá erlendur reiðkennara mikið. En eru hestarnir allstaðar svipaðir, sama hvar er? Það er þetta íslenska hrossakinn er ekkert svo mjög frábrugðið öðrum eða hvað? Nú hef ég nú ekki kannski alveg reynslu af öðrum hestakinnum þó ég hef eitthvað örlítið séð til þeirra sko. Þá þekki ég það nú ekki nógu vel. Auðvitað eru þau töluvert frábrugðin, hestur er samt alltaf hestur. Og hvort sem það eru erlendir hestar eða íslenskir þá er svona skynjunin svolítið svipuð. En þessi sérkenni íslenska hestsins, þessar 5 gangtegundir, er þetta til víðar? Já, það eru til ganghestar víðar, bæði með tölt og skeiði. En kannski er svona svolítið sér íslenskt hvað við leggjum mikla áherslu á að hafa jafnvægi á öllum 5 gangtegundunum og leggjum mikið upp úr því og það er svona svolítið sér einkenni íslenska hestsins. En segðu mig Jakob, þú hlustan hefur núna að vera kjörinn íþróttamaður Akraness, þú er náttúrulega fæddur og ekki fæddur kannski en uppalinn á Akranesi og ert í hestamannafélaginu Akranesi Dreyra. Komið þetta þér óvart? Já, ég verð nú að segja að það kom mér óvart en ég átti náttúrulega mjög góðan árangur á síðasta ári og hérna sem ég var bara mjög stoltur af. En kannski hefðin fyrir hestamennsku á Akranesi hefur kannski ekkert verið rík og ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem hestaíþróttamaður er íþróttamaður Akranes þannig að það var mjög ánægilegt bara. Og þú hefur tekið þessu fagnandi að sjálfsögðu? Já, sjálfsögðu. Opið alla daga ársins. Apótek Vesturlands, Smiðjuvöllum 32, Akranesi. Við byggjum á reynslu, ábyrgð og áhuga framúrskarandi starfsfólks. H.B. Grandi, handhafi útflutningsverðlauna forseta Íslands
árið 2013. Mesta breidd í prentun á einum stað. Við prentum nafnspjöld, bæklinga, reikninga, bréfsefni, umslög eða bara hvað sem er. Prentmet Vesturlands, Heiðargerði 22, Akranesi, Sími 431 11 27. Láttu hólminn heilla þig og heimahornið líka. Hjá okkur færðu úrval af fatnaði á góðu verði. Heimahornið, Stykkishólmi, Sími 438 11 10.